mig influtt, ég styð mannréttindi en woke ekki það. Þetta meira svo eitthvað pólitísk vopn til að hafa aga berja á vinnandi fólki sérstaklega sko. Já. Halda vinnandi fólki sérstaklega svona í línu. Bara algjör óbylgirni og svona skapar ákveðna svona ónóta tilfinningu gagnvart mismunandi skoðunum sko. Og það setjir kynning á ranga fólk af því að þetta fordómu í eitthvað samfélag, það kom ekkert frá eitthvað random rafvirki sem að nota ranga orð. Þetta frá dagskrá í samfélag, þetta frá alþingi, þetta frá réttlætiskerfi og svo við langar að breyta þetta, það þarf að vera eitthvað langtíma verkefni til að reyna að breyta samfélagið í staðin fyrir að öskra á þessi maður sem nota ranga orð eða með kannski fordómulegt skoðun. Ég lendi því svona, en ég fekk miklu meira ef ég reyna að vera bara venjulegt mannesku sem tala við þessi maður eins og venjulegt mannesku í staðin fyrir eitthvað skamma þá. Þannig að þú ert ekki token útlendingahommi sem formaður. Kannski, þetta fyrir öðrum að svara. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.